og þú getur bara birt 7 stafi, að þá myndir náttúrulega lenda í vandræðum með reconciliation á því. Þannig að hvatinn verður eiginlega til þannig að þú bara neyðist til að fara yfir. Ég sé í raun og veru ekki neina aðra leið með innlán og greiðslur. Innheimtan verður svolítið öðruvísi, þar sem að eldri skema ætti að ganga upp. Við erum ekki að skipta undirkerfið þar. En á móti kemur að þú ert komin þá með ríka, eða svona, ég ætla ekki að segja kannski ríkari aðgerðir, en þú ert komin með allan meira nútímalegra hugbúnaðar umhverfi til þess að þrói. Það en því miður, það gulrótin eiginlega hitt mun detta út bara út af að þú færð ekki sömu gögn tilbaka. Ég veit ekki hvort að það svari þessu, sé hægt að svara því mikið betur, en um leið og tilvísunin hættir að berast og þú þarft að fara að skoða eitthvað annað svæði sem kannski þá annaðhvort end-to-end eða 140 stafa svæði sem að nota í skilabúðum, þá þarft alltaf hvort þið að gera eitthvað. Ok, get ég notað, þetta svona tengt, get ég notað gamla vefþjónustu notendur til að tala við BFS 3? Það fer bara eftir hvað bankinn ákveður og hvernig að stilla upp hérna notendaskópinu hjá sér. Við erum, þannig að ég tala fyrir þessa 3 banka, við erum allir með mismunandi útfærslur á viðkynningum sem í gangi og leyfismódel. Ég get leyft mér að bæta hérna við að Jóhannes hérna frá Íslandsbanka að auðvitað hefur bankinn og bankarnir allir svo sem haga á því að þessi yfirfærsla hafi sem minnst áhrif á viðskiptaveginn, sameiginlega viðskiptaveginn okkar sérstaklega þetta. Þannig að það verður ekki viljandi gert að gera þetta erfitt. Ok, ég ætla að hoppa niður bara neðst út af því að það svo þægilegt að þið bætið síðan ofan við, stöðluð útfærsla á þjónustum. Ég get ekki formúlerað hvað verið að meina, en eitthvað annað sem að... Já, ég get bara, þetta taka bara ofan á mismunum með smáatriði milli banka. Þú veist, mismunur hvernig eitthvað reiknað út eða einhver svona smáeili mismunur sem að valda þá uppsetningum hér og þar. Ef þetta þessi banki þá þetta og annars hitt. Þú veit ekki hvað, þú veist, þetta náttúrulega erfitt sko, en hvað Gaukur sagði? Já, og þetta alveg réttmætt. Það hafa verið smá mismunandi útfærslur og þar sér í lagi með náttúrulega eins og með, þar sem við erum ekki með endilega sömu kerfi undir. Við báumst gott dæmi það, ef ég horfa á bara framtíðina að bankarnir muni ekki vera með sömu erlenda greiðslukerfið undir og mögulega verða þar einhver svona feature-mál sem eru þá meira háð hvernig grunnkerfið virkar heldur en hvernig þetta ekki að vilja gert, en eftir stendur að Berlin Group nokkuð standardiserað. Og munurinn allan í dúaðgerðum, myndi ég sjálfur segja, ætti að liggja, ekki mikill. Aftur á móti þetta alltaf spurning hvernig reporteringa aðgerðirnar, eins og reikningsyfirlitið og hvernig þær líta út. Því þær eru svo óbúslega háðar undirkerfinu hvernig það matreiðir mögulega gögnin ofan í reikningsyfirlituna sem dæmi. Svo ekki líka, meðal annars þess að taka á þessu náttúrulega var búin til þessi viðhaldshópur sem hefur verið í gangi. Það núna og þessi issue sem hægt að reporta á GitHub, til þess að þetta væri lifandi staðall, ekkert sérstaklega til þess að taka til þessu, en meðal annars í rauninni að það væri einhver vettvangur til þess að þá að uppfara staðalinn og kontraktinn til þess að taka með af einhverjum breytingum sem að eiga sér stað. Þeir mælið að við eigum lista af einhverjum svona mismunum að koma við bara þangað inn. Það var allavega einu vettvangur til þess að koma einhverjum framfæri til allar viðskiptabankana. Og kannski einmitt bæta því við, það kannski aðeins stílbrot miðað við hvernig útgáfa 1 og útgáfa 2 voru gerð. Að hópanir þar, þegar official útgáfa var komin út,
þá var staðarstarfinu í kringum þá bara hætt. Við höfum tekið þá ákvörðun að halda þessum hóp lifandi umfram og bara, taka þá X fundi yfir árið til þess að þurfa ekki að lenda síðan í því að það verði einhver major mál að koma nýjum breytingum inn, að þurfa ekki að starta öllu upp á nýtt. Þannig að við erum að hittast, hvað tveggja mánaða fresti, Guðmundur? Cirka það. Cirka. Til þess að fara yfir athugasemdir og breytingabeiðnir, óskir og svo framvegis. Þannig að þetta lifandi. Og það ferli bara í gegnum issues á GitHub í rauninni bara virt. Það bara, við bara förum inn í hvað á issues, auðvitað þeir sem senda tölvupósti, en við viljum fá þetta í issues út af því að við erum alveg kaþólskir í GitHub vinnunni á bakvið þetta, þannig að gegnsæið sé algjört, sko. Ef við förum þá á næsta, auðkenning, ég man að það tæknihópur, eða vinnuhópur 2, tæknihópurinn tók á því svolítið rækilega. Ekki satt? Þú veist, það var eitthvað breakthrough í varðandi það. Það er væntanlega verið að biðja bara að vita hvernig það útfært, ef ég skil. Þóri, hvernig... Það var hendur svo mig. Já, öllu. Þú varst í Teknóp 2, þú varst í Vinnuhóp 2. Já, þannig kemur eins og ég nefndi áðan, hvaða auðkenningu bankinn styður við. Ef bankinn ákveður, það var aldrei stimplað nákvæmlega hvað ætti að vera til staðar. Eins og við horfum til þess að PSD2 aðgerðinu okkar, að þá þar aðilinn kallarinn, hann þarf að vera með ákveðið skilríki, EIDAS skilríki sem stimplað af að þetta sé fjármálastofnun og þess vegna meðum kalla á það. Það svolítið bara eftir síðan útfærslu bankana hvort eftir, vilja við nota username password eða hvort við vilja nota username password pluss búnaðarskilríki eða eitthvað official skilríki gefið út. Það fellur svolítið ákveðt banka. Þannig var allan að ég segi, sorry, síðast þegar að ég... Það var ekki skorið meira úr hvernig ætti að fara með þetta en þetta. Nei. Okay. Það var breakthroughið. Það var ekki takmarkað í staðlinu sjálfum. Það var bara bent á að þú ættir þetta óvótt auðkenning að einhver leyti, en allt eftir það þá ættir ekki að nota þjónustunar þegar búið var að stimpla og mættir gera hlutina. Varðandi fyrstu spurninguna, staðlaráð að úrelda eldri staðla, að þá það þannig að staðlar falla úr gildi og tækninefndin ákvað að fella staðlana úr gildi. Það hins vegar hægt að ná fá staðla sem fallinir úr gildi, en já, þeir rauninni verða ekki sem augljós söluvara hjá okkur, eða sem þeir voru að vísu fríir, en það verður breytt yfir því að þeir séu úr gildi. En það víða heim verið að nota staðla sem úr gildi, og þá alltaf þessi, þú veist, ef þú ferð á heimasíðunni hjá okkur og finnur ekki staðlinn sem þetta leita, þá hakar við eitthvað box úr gildi, þú veist, skoða líka úr gildi og þá getur þú fundið á og þú getur keypt á og það allt saman, Þannig að, en þeir úrelt í þeim skilningi sem staðlaráð getur gert, já. Nei. Ja, við erum ekki að fara lengja svæðin og bæta við svæðum í gömlu staðlana. Ég held að það sé... Mér gengur illa að komast yfir þetta. Ég ætlaði ekki að eyða þessari spurningu. Hún stoppar hérna. Já. Hver óskatíminn fyrir þitt fyrirtæki til að taka upp? Svariði endilega. Það geta verið að sé bara 2 búin að svara. Það ekki að líklega. 2025? Þú mátt endur skoða það. Það er sliðið, glærarnar voru búin til 2025.
Það er ljóst að það er 56% sem vilja ekki á þessu ári. En einhverju vilja að það sé væri þegar búið og síðar vilja 6%. Þannig að bara sem seinast segja menn, en við erum í rauninni það sem við ætluðum að komast yfir að ræða er þessi öryggisskuld sem í þessu. Ég held við höfum hoppað svolítið yfir það. Það getur það ekki verið. Þið verðið afsakað, ég kemst ekki aftar. Ég ætlaði að bakka. Ég verði að hoppa út og inn, út úr þessu svona og hoppa inn í þetta aftur. Þið verðið afsakað. Þetta er eina leiðin hjá mér til þess að og svona og svona. Það er einhver sem býður. Stop sharing, ég að bara share hana. Hérna er það. Would you like to keep the active? No. Ok, þetta var það sem var að lagðist þarna bak við. Sem ég ekki skildi. Það var að spyrja mig bara hvort ég vildi og öryggismál og tækniskuldir. Mér finnst eins og við ef einhverja hugmynd og mér fannst eins og við kannski stöldurum ekki nógu við þetta, öryggismál. Hvaða öryggismál erum við að tala sem að við erum að koma með ný inn í IOBFS 3? Og hvort það Teddy eða Dóri sem að ætla að taka þetta eða Steinar, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að tjá mig ég get ekki tjáð mig þetta. Ég ætla ekki öryggismálin. Nei, það getur verið viðkvæmt, sko. Nei, bara það. Já, ok. Steinar, þú voru aldrei í gangi. Það er búið að dekka þau, sko. Hvað var það öryggismál? Hvað var það öryggismáli búið? Ok, ég bara, ég vissi ekki hvenær það er búið og hvenær ekki. Eins og þið heyrið, þá er ég ekki sterkasti tæknimaðurinn á þessu svæði. Ég er bara svona vinnustofustjóri, sko, og ritari. Og tækniskuldin var, það er náttúrulega bara felst í þessum breytingum sem við vorum með, ekki sant, á þessu. Bara með nýjum staðli komu nýjir þættir eins og þú varst að nefna hana. Ok, við látum það bara duga. Við vorum búin að öryggismál, það er margir sem vilja ræða það. Það er 120% í þessum. 120%, já, ég veit það. Já, þetta er svolítið. Já, þetta er svolítið dularfullt. Það er eins og þetta hefur gerst í einhver Suður-Ameríkuríki. En kannski ekki það. En sem sagt, tækniskuld, þið sem eruð óbreyttir, vinnustofu hafa setar. Það eru svolítið af mönnum eins og Björn Ingi og Theodór sem hafa unnið með okkur í þessu og fleiri nöfn sem ég kann ekki að nefna. En þið megið nú líka bara segja spurningar. Eins og ég sáu þá setti ég upptöku á þegar ég fattaði að þarna voru góðir punktar í gangi, sko. Ég vona að þið afsækið það við mig. Það er bara til þess að ég geti skrifað eitthvað að funda að gera eftir þetta. Þið eru þöglir, þið eru búinir að tæma ykkur. Þá bara höldum við áfram. Stöðlulega. Það eru 7 sem komu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Við erum búin að ræða þetta allt saman. Þetta gengur svo hratt fyrir sig. Hversu mikilvæg já. Já, ég spurði eitt út af því að nefnt búnaðarskilríki þarna fyrir glærunni. Já. Nú það gangi þessi gömlu skilríki þarna á kortum. Eru þið með eitthvað, eru takmarkanir á þeim eða?
Eða hvað getið þið sagt þau? Ég ekki... Það tala á starfsskilríkin, þessu sem maður gat pluggað í bara með Nexus hugbúnaðinum. Já, það voru starfsskilríki, auðkennir hægt að gefa það út en gefa núna, það heitir eitthvað annað núna, auðkenningaskilríki eða eitthvað, og inn í þeim ekki lengur kennitala fyrirtækisins, það bara kennitala einstaklings. En þetta... Ég veit aðeins þetta. Í traustþjónustu hópnum, tækninefndum traustþjónustu, var hann Arnaldur Axfjörð, ef þið kannist við hann, og hann stakk upp á því að það yrði viðhaldið skilríkjum á kortum. Og hann komst bara ekkert áfram með það. Það var bara enginn sem vildi vinna með honum í því verkefni og verkefni var fellt niður. Nú ég bara segja svona það sem ég veit þetta, sko. En það getur verið einhvern sem að gefa það út eða eitthvað, en það var enginn, það vildi enginn skrifa það sem þurfti til þess að viðhalda þessu, sko. Í traustþjónustu, tækninefndum traustþjónustu sem í kringum auðkenni og fjármálaráðuneytið og þeir kónar allir sem það eru svolítið að fólki þar. Það sem sagt mjög mikilvægt hjá mörgum að taka þetta EOBVS. Þetta viðkvæmt sem sagt fyrir starfsemina með ég og hvað viljum við segja mér það og óska tíminn kominn. Ég var nefnilega fastur í þessari, ég hoppaði yfir eina áðan og og þá það þetta gengur svo hratt hjá okkur en það engin ástæða til að hafa þetta langt ef við getum haft þetta stutt en sko vel lukkuð vinnustofa, hún endar á vinnustofu samþykkt, það sem að menn segja eitthvað spakt. Og ég með upptöku af því sem fór fram svör við spurningum. Ég með þessar upplýsingar hverjir voru og ég náttúrulega með nöfnin ykkar í fundadagskrá, fundaþátttöku lista Teams, en ykkur svona, þú veist, þarna tillaga hjá mér að því að við gefum út skjal og það skjal heiti vinnustofu samþykkt framtíð EOBVS og síðan í rauninni sko þurfum við vinnustofu samþykkt. Eitthvað sem fór fram sem við viljum að hafi líf eftir þennan fund og þess vegna getum við gefið út sem vinnustofu samþykkt. Eða voru þetta bara svona útskýringar og allt saman inni í skjölunum sem við erum þegar búin að gefa út og þess vegna engin þörf á neinum ítrykkun eða það eitthvað varðandi tímasetningu, kritikalitet. Þú veist, það sem ég gæti gert væri bara fundagerð með það, jú, mörgum þótt það krítískt, svona mörg prósent þeir sem mættu vildu þetta 2027, svona ekki 2028. Þú veist, þetta eru bara niðurstöður, þetta er bara spurning, niðurstöður og þarf ekki að neitt meira, sko. En viljið þið bæta ykkur við? Viljið þið annan fund til að ræða eitthvað eða treystuð okkur bara til þess að gefa þetta út? Þetta er svolítið gefið út í eitthvað nafni. Já, þarna einhver sem ég sé ekki nafnið á. Þú ert búin að rétt hend, Styrmir. Styrmir hjá Mótus. Ég bara með eina spurningu, bara í framhaldi af þessari útgáfu. Þá hvað ætla viðskiptabankarnir sér að koma þá EOBVS 3,2 í gagnið, þannig að það sé hægt að hefja innleiðingar á móti þessum þjónustum. Frá svona praktískum sjónarhóli, myndi ég vilja kannski fá endurgjöf frá viðskiptabankunum. Já, og þú til í að nefna bankan sem þú vilt að svari fyrst? Það einhver einn af, það eru fulltrúar allir. Jú, nefndu bara eitthvað nafn, út af því Þeir þurfa allir að svara, þannig að bara í svara, það ekki bara. Já, ok. Þetta var spurning sem alveg viðbúin og takk fyrir hana. Ef að Theodór, frá Arion banka,
Þetta er reyndar ekki á svæðinu, en ég skal reyna að svara þessu. Ok, já, hann var áðan, já. Já, ekki eins og við erum náttúrulega bara eins og að spyrja þær eins og að útfæra svona eitt og annað og claims til dæmis koma út núna. Þannig að þetta ættu nú bara að koma svona hægt og rólega og náttúrulega best að gera þetta náttúrulega í samstarfi við öll fyrirtækin líka, hvað þau þurfa og þau þurfa náttúrulega að eiga þetta samtal bara svo þetta gangi hratt og örugglega. Líka að kemur eitthvað óvænt upp og eitthvað sem vantar, eitthvað sem vilja hafa betur. Þannig að, já, helst að það, fá bara samtali strax. Samtali strax, ok. Jóhannes? Já, ég ætla bara að taka þetta var vel orðið komist. Ég tek bara undir þetta. Við erum á kannski ekkert ósvipuðum stað, held ég, bankarnir. Þetta er svona einmitt í einhvers staðar í farvegi, hversu mikið af þessu náttúrulega kannski var búið til með innleiðingu PSD2 og aftur útfæra fyrir B2B og einmitt, ég held að sé rosalega mikilvægt einmitt að þetta samtali í sér stað að ég held að það hafi aldrei gengið vel í neinu hugbúnaðar þróun að einhver fara út í horn og búa okkur til og komið svo og þá sé það rosalega frábært. Þannig að það sem ykkur finnst að EOBFS 1 eða 2 eða Íslandsbankastaðli eða Landsbankastaðli eða hvað þetta heitir, auðkenningamál, bara þetta koma upp á yfirborðið, ekki það að þetta laga þetta allt saman en vonandi allavega að þetta sé betra bara fyrir alla því að á endanum það sameiginlegi viðskiptavinir okkar allra sem að nota þetta og verða alveg byrjaðar út í okkur alla ef við stöndum okkur ekki vel. Ok. Steinar, vilt þú segja eitthvað þetta? Eða það nú eiginlega að færa fram á það? Já, ég raun og veru að hafa þessu sem snert á þessu. Ég held að sé enginn að fara að gefa upp einhvern nákvæmlega tímaramma við erum að fara að gefa út þessa ár á þessum tíma en líkt og allir aðrir þá komum við til með að gefa þetta út í einhverju fösum væntanlega yfir næstu 2 árin. Já. Yes. Eina spurningu hérna líka varandi það sem að maður hafði ekki nógu mikið þegar maður var að gera þetta sín tíma, en það pröfu umhverfi og væntanlega einhver sem að til þess að svara þarna hjá viðskiptabönkunum 3, verður eitthvað svoleiðis í boði eða það í boði núna eða hvað? Ég reikna allan að við séum betur í stakk búin við að búa til slíkt umhverfi fyrir þennan staðal heldur við vorum áður. Fyrir okkar eigin þjónustur höfum við nú þegar verið að setja upp sandbox-umhverfi, þannig ég reikna með að það verið gert með sambærilegum hætti fyrir EOBFS þjónustunar þegar það fara út. Ok. Og hinnir þetta pröfuumhverfi? Ég get alveg tekið undir þetta. Það er náttúrulega svona sandbox-umhverfi náttúrulega sem við erum svolítið að horfa til að verði í boði samhliða að við gefum út þessar þjónustur hægt og rólega. Þannig að verður þægilega að tengjast þessu og prófa, þurfi ekki alltaf að fara móti raungögnum. Þetta sé ekkert ósvipað að svara til Íslandsbanka, það þið sem kannski þekkja það, margir sem að þróa á móti þessum gömlu þjónustu hjá Íslandsbanka hafa fengið aðgang að testumhverfi, en mér líklega að það verði nær einhvers konar sambandumhverfi sem að verði í boði fyrir þetta, svo nýju. En við gjöfum okkur greið fyrir því að testumhverfi er mjög mikilvægt. Jöps. Kannski ein spurning enn hérna frá mér, það er inn í þessum staðli endapunktur til þess að eiga við kreditkorta innleystur kreditkortarhefinga, eða er það fyrir utan þetta eins og það var í gamla staðlanum? Það er inn í þessum staðli. Nú eru þið allir komin með nýjar kreditkortþjónustur. Er það bara ykkar eigið? Það er ekki í gegnum staðalinn? Það er bara okkar eigin þjónustur. Allavega í Landsbanka með, ég held alveg örugglega að sé að samanbúndinu og alls þar. Ég reikna nú með því að flest allir banka komi til með að reka einhverja sérstakar þjónustur fyrir svona vörur. En ég svo sem svara bara fyrir okkur. Ok, góða spurningar. Eru fleiri vakandi þarna? Markus? Já, nú ætla ég bara að horfa á þetta svona utanfrá sem hugbúnaðaraðili. Það er engin hvatning fyrir mig að fara neitt að spá í þess að staðla þessum tímamóti.
Ef að bankarnir getur kannski komið sér saman að það eru allir að gefa út eitthvað ákveðið sniðmengi af þessari þjónustu fyrir segjum næstu áramót eða 1. október eða eitthvað þessari, þá var ég til í að fara af stað strax. Hvað segir þetta? Það er sammála því, þetta liggur svolítið hjá þeim, sko, að koma þessu í lofti, sko. Ég held að það sé bara spurning sem að allavega við höfum oft velt fyrir okkur einmitt, þú veist bara what's in it for you, sko. Tekið undir þetta líka. Það er náttúrulega, þú veist, það er einmitt, við getum ekki orðað sem það er gulrót og það er prigg, sko, það er náttúrulega þetta. Það er auðvitað deadline á hinu, sko. Þetta gefur alltaf bara svolítið augaleið eins og þú segir, þú veist, hvatinn er enginn nema það stigi allir þetta sameiginlega skref og það sama í raun og veru gildir með þá þú veist flutningin úr gamla yfir í nýja, þú veist, ef það er ekki búin til sameiginleg end of day eða end of life stefna fyrir bankana þá er þetta alveg pínu erfitt að reyna að ýta ykkur í hinn áttina. Það er svolítið erfitt að adressa það. Það er nú eina af ástæðunum fyrir einmitt að við erum hérna núna, sko, einmitt til þess að adressa þetta, sko, með ykkur. Já, menn eru búin að segja cirka tíman sem að þeir telja þetta nauðsynlegt fyrir sig eða og svona, og þetta er mjög góð umræða. Svona tæmast eða hvað, ég veit, takk fyrir spurninguna Markus, já, hún var góð og hérna, og það sem ég heyri teiknast í þessu, sko, varðandi afurð úr þessu, út að ég með upptöku, að þá skrifa ég fundargerð upp úr þessum spurningum sem þeir eru með, ég sendi það á ykkur og hérna senda hann á ykkur og hérna og við gefum hann út sem vinnustofu samþykkt, sko, held ég, þú veist, bara þetta ákall þetta og hitt og þetta og bara svona, það hnoðar okkur saman í að búa kannski til einhverjar sameiginlega dagsetningar eða eitthvað slíkt. Sem er það sem að virðist liggja í loftinu að þurfa að gera, sko. Yes, erum við þá bara komin til botns? Kannski eitt enn hérna, nú erum við að tala um 3 stóru viðskiptabankana. Sínum tíma voru sparisjóðir inn í þessu, nú velti ég fyrir mér, þú veist, er það issue áfram og var ekki Kvikabanki líka eitthvað fyrir utan þetta? Þekkið þið þetta eitthvað? Sparisjóðinni voru með BHS einn er það ekki, ég veit, rámar í það. Þeir komu að? Þeir voru það, sko, en þeir inn í þessu. Þeir voru með í skrifunum á þessu, sko, tók Kvika og sparisjóðirnir held ég. Ef ég maður rétt en síðan eftir að þetta fór yfir í vinhóp 7 að þá þrengdist hópurinn bara til þess að gera þetta praktist, sko. Það var í rauninni bara búið að vera með þjölina á þessu, sko. En þau eru, Kvika og sparisjóðirnir eru í tækninefndinni sem að í rauninni stendur fyrir þessu, tækninefndur fjármálaþjónustu. En hvort þið séu með þessa þjónustu, það er ekki hugmynd. Þeir tóku þátt í vinnunni, sko. Já, þeir hafa alveg tekið þátt í vinnunni, sko. Eins og margir aðrir, sko. Ok. Það er að verða þögult hjá okkur. Og við sjá hvað, var ég ekki með einu að loka gleru? Nei, jú. Já, ég þarf ekki að fara yfir þetta. Ég skrifi þetta upp úr upptökunni og svörunum. Svolítið fundargerð og eru menn ósammála að við séum bara komin til botns? Fáum við þessar slætur til okkar, Bústi? Já. Þú færð það í rauninni í fundargerðinni. Þú færð allar þessar upplýsingar allavega, sko. Glærurnar eflaust líka, ég bara sé til hvernig ég útfæri það. En hérna, já, það er ekkert langt í þessu fundargerð, ég læt aldrei líða langa tíma, sko, þannig að það kemur mjög fljótt. Og ég sendi það til ykkar og í staðalheiminum er það þannig, svari maður ekki, þá er sagt að maður sé búin að samþykkja það. Og þið verður allir, einhver verður bara að lyfta upp hendi og segja, ég ætla ekki að vera með svoleiðis samþykki í þessu og þá verður ég að taka tillit til þess, en annars
En ég vona bara að þið lesið þetta og ég er svona, ég vinn við að skrifa fundargerðir og það er sjaldnast verið að pota mikið í þar. Ég vona að mér tækist að gera það þannig að ég hafi bara fangið umræðina og andan á þessari vinnustofu og þakka ykkur bara kærlega fyrir. Við erum að ná þessu á klukkutíma sko. Ég var með 1,5 í þessu sko en mér finnst þetta bara búin að vera mjög góður umræður. Takk ykkur fyrir bara. Takk fyrir. Takk. Kærar þakkir. Takk. Já, þess. Bless. Takk. Takk.